Hópverkefni 1, sem núna í vefforritun, það að búa til vef sem aðeins stærri og notar hönnunarskjal úr Figma, þar sem eru ekki bara að horfa á einhverjar myndir, þið hafið eitthvað sem þið getur notað í Figma, ekki fullkomið, mjög langt frá því, en í raun hönnunarskjal sem ég fekk hönnuð þegar ég var unnið hjá Ueno, sem að bjóta til fyrir mér og ég búinn að tvíka það og laga það aðeins, færa það yfir í Figma og svona aðeins laga það. Ég hef notað það áður, en þú veist, af því það bara, þú veist, það alveg svona sér tilbúið fyrir það að æfa okkur í svona að nota hönnunarskjal og það satt gefin hérna hönnun í Figma sem ég ætla að sýna ykkur þetta smá, en það sem ég ætla líka að fara aðeins yfir bara þú veist, hvernig ættu þið að fara með þetta. Það núna formlega sett fyrir í þessari viku og skila því hérna í lok október. Þannig að það þetta 23. október, þannig að hafið mánuð frá með deginum í dag. Þú veist, við getum alveg bætt eitthvað við hérna, en þú veist, þetta cirka mánuð sem fer í þetta verkefni. Það sem sagt skila verkefni 6 hérna, svo fáið þið eina viku í pásu frá minniverkefnunum, svo náttúrulega þið 8 bestu gilda, þannig að þið þurfið aðeins núna að finna ykkur hóp, mælum við að gera það bara sem fyrst og skipuleggja, þú veist, hvernig þið ætlaði að vinna þetta og byrja að nota þetta gat hérna til þess að vinna í þessu verkefni, komast á stað og bara ná einhverju takti. Þið þurfið líka að nota Git og GitHub sem við förum yfir í næstu viku líka. Þannig að það eru svona ákveðin hluti sem þið þurfið að læra inn á til þess að vinna þetta hópverkefni saman. En síðan líka bara að vinna verkefnið. Ok, og verkefnið satt unnið í hóp, þið 3-4 saman, þið getið verið færri, þið getið unnið þetta sem einstaklingsverkefni, bara heyrið í mér, bara ég vil vera vissum að þið vitið í hverju það felst, af því að þetta verkefni sem ég hugsa fyrir 34 aðila að vinna saman í. Þið ætla að skoða hérna, tæki og tól eitthvað sem við munum fara yfir næstu viku, þá mun þetta make sense. Ég ætla að setja matið inn, þú veist, ég var aðeins eftir að tvíka smá í þessu. Það var hérna, þú veist, ég lét ykkur vita af þessu með hópöfunina í seinustu viku, ef ég man eftir, gerði ég það? Já, ég held það, en allavega hana. Þannig að það sett fyrir núna öllu leyti í fyrirlestrinum í dag. Og þið þurfið síðan skilin hérna, mjög mikilvægt, þið þurfið að skila þessu sem hópur. Ef það bara einn aðili í 4 manna hóp sem skilar þessu, þá fær bara sá aðili einhvern. Hinir 3 aðilarnir fá ekki einhvern. Þannig að þú veist, það skiptir máli. Please lesið leiðbeiningarnar og gerið þetta svo í leiðbeiningunum af því að það ógeðslega mikið vesen að laga þetta eftir á. Og í þessu verkefni ætla ég að bjóða inn á GitHub repoið sem þið búið til saman sem notendur og við skoðum aftur í næstu viku. Og já, það hérna fyrir lok 5. dagsins 24. október. Ok, að Figma. Þið fáið svona, þetta einhver svona matreiðslu recipe vefur og hérna fáið þið forsíðu. Þið fáið eitthvað svona hérna, ég aðeins að bæta við hérna og laga svona, láta ykkur vita svona hvernig eitthvað á að haga sér. En hérna til dæmis ekki svona eins fínt og Kili var að sýna að þetta sé allt í einhverju komponentum sem eru hérna hugsaðar í mobile og í desktop. Heldur eru bara hérna þú veist eitthvað svona card. Það í einhverju svona container eins og við erum búin að vera að vinna með. Og hérna það eins á einhverju annari síðu og hérna það eins. Þannig að þá þurfum við að fara að hugsa, ok, hvernig ætlum við að gera þannig að þetta hérna og þetta hérna allt sami hluturinn. Og svo kannski skoðið hönnunina og það ekki alltaf kannski nákvæmlega sama bil. En þá þurfum þið sem forritarar að hugsa, ok, ætli það sé ætlun hönnuðarins að það sé 3 pixla munur á bilinni frá titlinum og eitthvað annað þarna, eða ætli það sé mistök hjá hönnuðinum. Ég myndi segja að þetta sé mistök hjá hönnuðinum, eða hönnuðurinn sé eitthvað mjög skrítinn og við ætlum bara að normalisera þetta í burtu. Við ætlum bara að láta þetta allt vera eins. Þannig að við sem forritarar, við erum svona normalizing function á hönnunina. Við erum ekki að fara að gera 3 mismunandi körn með rosalega litlum mismun í þessu. Bara gera eina útfærslu og láta hann svo virka. Svo mobile hérna, þannig að þið fáið mobile hönnun líka. Svo eitthvað svona mjög einföld útfærsla á svona
þessu hamburger menu patterni sem það að ég smelli hér og þá fæ ég þetta upp sem þið hefur líklega séð þegar við skoða vefi bara yfir höfuð. Síðan einhver svona stök uppskrift og síðan stök uppskrift með vídeói. Þannig að það þarf ekki að vera munur hérna. Þetta í raun bara að það sé í raun, það eru tveir variantar á það hvernig þessi hero haga sér. Svo hann aðeins öðruvísi hérna, þetta versus þetta, samt keimlíkt. Þannig þið þurfum aðeins að sjá, hvernig ætlum við að láta þetta haga sér og hvernig ætlum við að brjóta þetta upp. Og núna í raun verkefni ykkar ég sagði ykkur áðan, setjum note, skoða Figma skjöluna hérna, bara sjá þetta, mynda hóp og svo ef þið eru ótrúlega dugleg að byrja að spáið í hvernig virkar þetta og jafnvel hafa einhverjar spurningar til þess að bera fyrir mig hérna eða síðan sér rás á Slack þar sem ég geti farið og geti spurt sér spurningar þar og ég mun bara koma inn og svara og þið stýrið alveg hvernig þetta er. Þið geti bara gert þetta alveg í einrúmi og bara vonast til þess að þið séu að túlka þetta rétt og eða þið geti spurt og verið svolítið proaktiv forritara sem taka þátt í þessari kreatífu vinnu sem að búa til þennan uppskriftavef. Sumir hlutir hérna, eins og til dæmis navigationið, tekið hérna úr einu skjali, þannig að þar eru þessi hlutir sem eru oft. Það er þessi subscribe to our newsletter fótur og það er fóturinn hérna og það er navigationi hérna. Þannig að það ætti í raun alltaf að líta eins út, af því að það er allt tekið úr sama staðnum. Það er verið að nota komponent í það. Og ég er svona aðeins að veltaði fyrir mig hvort ég kannski taka eitthvað aðeins meira, en ég er svona sé aðeins til. Þannig að það gæti eitthvað breyst, en það er oft þannig að maður byrjar á einhverju verkefni sem í forritun og það er að breytast á meðan að maður er að forrita það og eitthvað gerist. En það var eitthvað neinar stórar breytingar, ég mun gera þetta klárt allt í þessari viku, ef eitthvað. En hérna, hérna, þetta er bara við einhverja ákveðna breidd hérna, 1600 pixla breidd. En ef að þið væri á stærri skjá, þá myndi ég vilja sjá alla myndina og þá fer ég hérna og drilla mig niður í þetta og ég sé hérna að það er einhver mynd hérna sem heitir Cake og ég get séð hérna, ég get séð preview af henni. Hún er svona, þetta hérna sem er svona checkered pattern, þetta er transparent, þannig að það er í raun, mun geta lagst ofan á hvaða bakgrunn sem er. Svo get ég ítt á export og þá get ég sagt á hún að vera JPG eða PNG, ég exporta því og þá fæ ég myndina til að nota síðan í forrituninni hjá mér. Svo er einhver óval hérna og þá get ég farið og ég get kveikt, það er þessi skuggi, þannig að þá er það hérna, ok, hvernig gerum við skugga í CSS? Er ég að fara að taka skuggan hérna eða er ég að fara að nota CSS til þess að gera skuggan? Þetta er svona detaila pælingar sem að koma en þið þurfum að einhverjum tímapunkti að horfast í augu við. Og já, þannig að það er svona nokkuð svona mismunandi hönnunar elementana sem þið þurfum að spá í. En þið hafið aðgang að þessu. Dev mode sem að Keli sýndi ykkur áðan sem er nýtt bara það eru 6 mánuðir síðan að koma úr beta hjá Figma. Getið þið miður ekki búið ykkur upp á því að þú þarfst að borga enterprise leyfi og fyrir svona stóran hóp þá er það bara, það hleypur á það hleypur á $100 að fá það. Þannig að þið fáið bara svona lesaðgang þar sem ég getið séð. En þið getið samt séð griddið með því að gera Shift G, þá sjáu þið griddið sem að þetta sem liggur á grundvelli þessa. Og svo hérna, nú er ég að skemma. Er þetta viljandi eða ætti þetta að vera að læna hérna með griddið? Hver veit? En þetta er allavega hópverkinn veit og það er svona, tekur tíma að komast á stað en svo þegar þið eru byrjuð og þið eru að vinna þetta og þið eru skipulögð þá gengur þetta tiltölulega hratt og þið hafið núna mánuð pluss 1 dag til þess að vinna þetta.